Kæri vinir, þegar ég hóf að hugleiða þetta efni, þá skoðaði ég alls konar efni og ég verð fljótt svona gagntekin af ýmsu sem að gerast. Ég fylgist vel með. Og ég las og ég hlustaði á fólk og horfði á þætti og ég horfði á þátt hjá frægum manni, Dr. Phil. Hann var að tala við kennara í Ameríku vel að merkja, en ég hef líka heyrt kennara hér á landi sem að hafa upplifað alls konar erfiðar hluti nú á seinni tímum. En ég hlustaði á sem sagt fólk tala í eigin persónu, grátandi, yfirkomið af áfalli og kvíða, vegna þess að það þurfti að hætta sem kennarar, hætta að næra unga fólki með þekkingu og hæfni. Af hverju? Jú, það var búið að rekja þetta fólk burt úr vinnunni sinni með ofbeldi. Og hvers vegna? Ég horfði á þess að kennar í Ameríku sem sátu og viðurkenndu að gæti ekki unnið vinnuna sína lengur. Og ástæðurnar eru margar. Ungt fólk var ofurselt örlögum sínum í COVID-faraldrinum. Það kom á daginn að það var gengið allt of langt í hræðslu áróðri og alls konar skipunum. Bara hnefti fólki fjötra, þegar fekk ekki að ráða neinu lengur. Það var látið loka sig af heima og þessi ungu krakkar sem lokuðu sig af heima, eruð að vera heima, voru í alls konar aðstæðum. Fengu ekki lengur regluna og daglegt líf í skólanum og mat og næringu og kennslu. Heldur var það ofurselt, jafnvel mjög erfiðum heimilum, ofbeldi, jafnvel kynferðisleg misnotkun. Og hvernig komu þau tilbaka eftir 2 ár, eftir slíka áföll? Þau komu reið. Og þau hikuðu ekki við að leggja hendur á kennarana sína. Hikuðu ekki við að skeita skapið sínu á þeim og þið hafið séð þegar þau birt í fréttum myndbönd þar sem krakkar eru að taka myndir af öðrum krökkum sem verið að beita hörðu ofbeldi og þarna sá maður kennarana liggja í gólfinu, lamdir og sparkaðir í þá. Þetta var þyngra en tárum taki. En af hverju var ungmenni að hálfdrepa kennaran sinn með ofbeldi? Jú, af því að mátti ekki hafa símann sinn lengur. Bara það. Bara hlýða reglum og leggja símann niður og sleppa honum yfir daginn í kennslunni. Það var tryggurinn. Það var það sem kveikti vonskuna og reiðina. Síminn var kannski það eina sem þau höfðu heima hjá sér í faraldrinum til þess að gleyma því að pabbi væri fullur eða mamma væri einhverstað. Þið vitið, alls konar rugl í gangi. Og svo átti bara kennarinn að fara að voga sér að taka af símann. Þetta var eina haldreipið til að hafa sambönd við vinina. Og þau vissi ekki hvert átt að beina reiðinni, svo það var kennarinn sem varð fyrir því. Og þeir sem báru ábyrgð á þessari stjórnvaldsákvörðun, þeir ypptu bara öxlum og segja, já, við gerðum það besta sem við vissum á þeim tíma sem við vissum ekki betur. Og svo hirtuðu góðu launin sín, en vel að merkja þessi kennarar fengu enga bætur, engar tryggingar, ekkert. Ég horfði á grátandi kennslukonu sem var búin að missa allt og var bara að flytja í litla íbúðakitru því hún hafði ekki lengur efni á því, hún hafði ekki lengur launin sín og hún hafði ekkert bakland. Illa launaði kennarar eru að flýja heim undan ofbeldi sem að einhverjir betur meigandi stjórnvaldsaðilar ollu. Og þannig heimurinn í dag. Við vorum að biðja fyrir stjórnvöldum áðan og við sjáum enn meira rugl í gangi og enn ískyggilegri tíma framundan. En svona heimurinn í dag og það var búið að spá því fyrir okkur og þannig það. Minnir þetta á eitthvað sem Biblían segir. En vel að merkja, ég hef hérna uppi fyrirsögnina hinn sanni vínviður. Þessi menn sem að gefa slíkar yfirlýsingar og slíkar ábyrgðarlausar skipanir út til fólksins, þeir eru ekki tengdir við hinn sanna vínvið. Við sjáum það strax. Hvað segir Biblían? Í Mattheus 24. kafla segir,
Fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu. Þessir menn sem að gáfu slíka skipanir voru svo sannarlega falsbámenn. Þeir voru búin að fylla líðin af alls konar ósannindum faraldurinn og hvaðeina. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna og hvaðan orðinn kaldur víða. Það var ekki til þegar að börnin voru að beita kennarana sína ofbeldi. Þau vissu ekki hvað kærleikur var. Þau voru svipt honum kannski heima hjá sér og upplifðu ekkert nema vonleysi og ringulreið. Kólnandi kærleikur, afskiptaleysi, hópsefjun. Ekki kenna mér ég ber ekki ábyrgð. Af ávöxtunum skuluð þér þekkja, þá segir í þekktu versi. Hvað segir Jesú? Í Jóhannesar Guðspjalli í 15. kafla segir: Ég vínviðurinn og greinarnar. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Og Magnea var að segja áðan að þegar við klippum kræklótta jurt niður, þá kemur upp undursamlega fallega jurt með nýjar greinar og ný blöð. Ég sé það best af Havaírósin. Ég klippti hana niður, fallegu Havaírósin okkar, hérna í kirkjunni, fyrir nokkrum vikum. Og ég sé að hún öll full af nýjum blöðum og bara vex og verður enn fallegri. Svo að þetta rétt og þessi samlíking, við þurfum ofta verða fyrir mótlæti til að vaxa á ný. Og það segir hérna: Þér eru þegar hrein vegna orðsins sem ég tala til yðar. Hugsið ykkur hvað orð Guðs máttugt. Það hreinsar okkur. Það gefur okkur nýtt líf. Svo hann bara minnur okkur á: verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borðið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé á vínviðnum. Eins og þér getið ekki heldur borðið ávöxt nema þér séð í mér. Hversu oft á Jesú að segja okkur þetta? Okkur tekst þetta allt ef við erum í honum. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Hugsið ykkur hvað þetta sterkur boðskapur. Og þetta ekki sterkar greinar. Við sjáum vínberjaklasann. Hann ekkert sérstaklega svona hann efnismikill sjálfur klasinn, en á hverju hangir hann? Litlum þráðum, svona eins og æðar. Eins og æðakerfi sem hvíslast allt og nærir berin sem minna líka svolítið á, ég þarf að sýna ykkur svolítið skrítið, lungnablöðrur og lungnaberkjur sem næra blóði með við öndum. Og hver gaf okkur fyrsta andadráttur? Drottinn. Og hvað gerist meðan við öndum? Við fáum súrefni og blóðkornin okkar breytast úr bláleitum í rauð aftur. Það svo mikið kenning ef við horfum á náttúruna, hvað Guð sífellt að kenna okkur, eins og Magnea kom inn á áðan. Við erum alltaf að læra okkur sjálf og sköpum Guðs. Og ég sýni ykkur hérna mynd. Þetta eru lungnaberkjur, en hérna sjáum við lungnablöðrurnar í mikið stækkari mynd. Það eru svo litlar, það sjást varla með berum augum. En þetta heldur svo sterk skilaboð, hvað Guð að kenna okkur. Og muniði, ég af því hann sagði, ég hinn sanni vínviður, en við vitum það öll hérna inni, þýðir Guð. Hvað þýðir það að vera í Kristi? Hvert leiðir það mann? Mun það þýða að ég geti leita til hans og beðið hjálp við öllu og hlotið svar? Þessa mundir ég sjálf að upplifa baráttu við fíkn. Hvaða fíkn? Fíkn sem hertekur stóran hluta mannkyns á vesturhveli jarðar. Fíkn sem svo sterk að hún rænir mann skynsemi og hugsun. Því hún sumir berjast við áfengisfíkn, vel að merkja, eina þá allra verstu, því hún eyðileggur og rústar fjölskyldur og brýtur niður æskuna áður en þroski og sjálfstæði næra móta einstaklinga. Mín fíkn ekki áfengisfíkn sem betur fer, en gæti alveg verið þar. Ég ólst upp að hluta til í nálægð við slíka fíkn,
sem breytti nánum aðstandanda í hættulegan áhrifavald sem braut á trausti mínu og brenglaði sjálfsmynd mína. Ég hefði sennilega lamið kennara minn ef ég hefði lifað sem sagt á nútímanum og farið í skólan og verið beðin að skilja síman eftir. Því að það hefði þá brotist út einhver reiði. En ég lenti ekki í þessu sem unga fólk í Ameríku og víðar lenti í. Það var engin faraldur í gangi þegar ég var unglingur. Nei, mín fíkn, nú er þau forvitin, sem ég berst við núna þessa dagana er sykurfíkn. Já, fíkn í að borða eitthvað sem er sætt og gott og færi mig til að hætta að hugsa en grípa þess í stað móla í konfektkassa eða ljúfenga vanilukremskeksköku og maula með kaffibolla sérstaklega þegar ég er í spennu vegna verkefnis eða að undirbúa mig til dæmis fyrir ræðuna mína á hvíldardegi. En þetta er verst í vinnunni því að elskulegt fólk sem á aðstandendur inn á sjúkrahúsi, það færir okkur starfsfólkinu gjarnan fulla konfektkassa og það er alltaf í boði, þá er erfitt að standast frystingar. Það þætti mörgum ekki alvarlegt, þetta þekkja næstum allir, það er allt í lagi að fá sér smá móla endrum eins, ég hef heyrt þetta 100 sinnum, minnstakosti. Skaðar engan eða hvað. Alkohólist þenkjandi fólk segir líka það sama. Allt í lagi að fá sér aðeins, lyfta sér upp, létta á sér. Jesú breytti nú einu sinni vatni í vín í brúðkaupinu í Kana. Þarna stoppa ég fólk og ég leiðrétti hvort sem það óskar þess eða ekki. Vínið umrædda var ekki áfengt. Fólk vill ekki láta sig. En athugum þetta aðeins nánar. Jesú læknaði og gerði fólk fært að lifa góðu lífi. Mundi hann vísvitandi skapa eitthvað sem sviptir það dómgreind, sjálfstjórn og jafnvægi? Spyrjið ykkur sjálf. Mundi Jesú samþykja að þú ækir bíl undir áhrifum? Mundi Jesú mæla með því að þú hugsaður ungbarnið þitt undir áfengisáhrifum? Mundi Jesú mæla með því að móðir með barn undir belti drykki áfengi? Nei, ég held varla. Svo er líklegt eða rökrétt að Jesú myndi búa til áfengt vín í nokkru tilfelli þegar í orði hans er varað við drykkju á mörgum stöðum í Biblíunni og gæti það mikill sykur í víni. Í Jesaja 28. kafla er ekki talað vel áhrif áfengis. En einnig hérna reika menn af víni og skjögra af áfengjum drykkjum. Prestar og spámenn reika af áfengjum drykkjum, eru ruglaðir af víni, skjögra af áfengjum drykkjum. Þá svimar í vitrunum sínum og allt hringsnýst fyrir þeim í úrskurðum þeirra, sem sagt marklausir spámenn. Og hversu viturlegar ákvarðanir tekur timbraður þingmaður, bara svona hugmynd. Því að öll borð eru full af viðbjóslegri spýju, engin blettur hreinn eftir. Það fer stundum illa þegar það of mikið. Þykist spámaðurinn vera að kenna visku og hvern ætlar hann að fræða með boðskap sínum? Erum við nývandir af mjólkinni og nýteknir af brjóstum? Erum við sem sagt algjörir óvitar? Ekki fögurlýsing, en minnir á margar pólitískar samkomur þar sem allt er farið úr böndum og fólk missir stjórn og tekur rangar ákvarðanir í mikilvægum málum sem varðar hag fjöldans. Og við sjáum þetta út allt. Í Hósea 4. kafla segir: Hór, vín og vínberjalögur tekur vitið burt. Og líður minn gengur til frétta við trédrumpsinn, sem sagt alla hjákviðina. Trédrumpurinn getur táknað allt mögulegt. Hann getur táknað bara alla miðlana, vitið, fjölmiðlana. Og stafsbroti hans veitir honum ansvör, líklega ekki. Í 23. kafla orðskveðina segir:
Hlustaðu, sonur minn og dóttir, vertu vitur og beindu hjarta þínu á rétta leið. Vertu ekki með drykkjurútum eða þeim sem háma í sig kjöt. Því að drykkjumenn og mathákar verða snauðir og víman mun klæða þig í tötra. Já, vín og vínberjalögur tekur vitið í burtu. Hrein afurð vínberja ekki svo slæm. Sæt, já, best í hófi, gefur orku og þá væntanlega vissa gleði og fjör. Við vitum hvernig börn geta hoppað og leikið endalaust ef þau fá mikinn sykur. Sérstaklega ef þau eru ofvirk, sem vist kunnulegt mál í dag. Annað barn greint með svokallað ADHD. Það mál sem má ræða á öðrum tíma. Við erum orðin svo brengluð í næringarmálum að afurðir sykurríkra jurta eru orðin okkur vandamál og kveikja heilsubrest. Áður en maðurinn fann upp á því að vinna sykur úr sykurreyr, sykurrófum og alls konar ávöxtum var þetta óþekkt vandamál. Fólk átti ekki heimilistæki til að vinna alls konar störf. Það hreyfði sig meira, notaði náttúrulega sætu eins og hunang og hafði miklu betri heilsu. Í dag ástandið orðið ískyggilegt, vægast sagt, í svoköllum vestrænum velferðarlöndum. Það verst þar. Við vitum að það þekkt staðreynd að há prósent af fólks á vesturlöndum þjáist af ofþyngd sem leiðir til lífsstílssjúkdóma og versnandi lífsgæða. Ég þekki sjálf hvernig mér líður þegar ég missi stjórn á fíkn í sæta fæðu. Líkami minn minnir mig á það, en samt hætti ég að hugsa eitt andartak og sting upp í mig mola sem bragðast svo vel í nokkrar sekúndur. Augnabliks ánægja. Þetta fix sem að fíklarnir tala um. Þannig líður fíklunum andartaks vellíðan og svo vanlíðan. Bólgur og verkir minna mig á að ég hef valið ranga fæðu eða sætumóla. Höfuðverkur og timburmenn minna alkohólistan á að vínið hafi ekki verið þess virði, en það gleymist svo fljótt. Engin fíkn skárri en önnur. Öll fíkn skaðleg á einn eða annan hátt. Þú getur kannski borið 50 auka kíló með reisn meðan líkaminn ungur og sterkur. En svo koma árin sem þú færð að mæta vandamálunum. Ég þekki þetta vel. Ég vinn við að hjúkra fólki sem sumt hvert orðið illa farið vegna lífsstílsvandamála sem vel að merkja má ekki tala um. Það má ekki rugga bátnum, ekki ræða vandan, þá verið að tala á rasískan hátt. Eins og segja á enskunni hate speech. Með fordóma gegn þeim sem ekki geta ráðið við vandan. Samt rekum við stofnanir sem hjálpa fíklum af öllu tagi við að ná tökum á vanda sínum. Hjálpa til að sigrast á röngum skaðlegum venjum, þá allt í lagi að tala um vandan þegar komið á þessar stofnanir. Þegar allt komið í ógöngur. Reykjalundur fullur af fólki með lífsstílsvanda, hjartavandamál, ofþyngd, sykursýki, allt sem við kemur oftar en ekki slæmum venjum og hömluleysi. Fyrir mörgum árum reykti ég, gekk illa að venja mig að því. Ræddi þetta vandamál við prestinn minn því að ég var að ganga í gegnum lífsstíls- og hugarfarsbreytingu þar sem reykingar áttu ekki heima. Ég var að byrja göngu mína með Guði, byrja að ganga óstyrkum skrefum með Jesú. Presturinn ráðlaði mér að gefa Guði þetta vandamál og treysta honum fyrir að taka frá mér reykingafíknina. Ég mótmælti og sagði að ég gæti ekki verið að trufla Guð með vandamáli sem ég hefði skapað sjálf. Ég átti svo mikið ólært. Jesú dó fyrir allar okkar syndir, reykingar, ofát, fíkn, allt hitt. Hann bauðst til að taka þetta allt að sér.
taka þetta allt á sig ef aðeins við vildum treysta honum til að lækna okkur, hjálpa til að vinna bug á þessum vanda. Játa vanmátt okkar og biðja hjálp. Ég skil þetta vel núna. Alkohólistin veit þetta líka. Þú þarft að játa vandamálið og þá getur batinn hafist. Best að hafa Guð með í ráðum og fela honum þetta allt. Það gerði ég í einrúmsbæn fyrir áratugum síðan. Viðurkenndi vanmátt minn og fól Guði að taka að sér að fjarlæga tæknina og huga mínum og taugum. 3 dögum síðar áttaði ég mig á að mér hafði ekki dottið sígarett í hug í 3 daga. Bara svona. Sterk fagnaðar og sigur tilfinning gagntók mig og ég trúði að ég væri læknuð af þessum ávana og það var ég, Guði sé lof. En við erum oftar en ekki týnd í ýmsu sem skerði lífsgæðin. Og núna er það sykurinn. Ég ætla að halda áfram að biðja Guð hjálp og hef hugsað að taka þetta eins og til dæmis alkohólistinn eða lyfjafíkillinn, að taka 1 dag í senn. Hef verið í þessum sporum áður og náð árangri, en svo eins og vínglasið fellir alkohólistan hefur konfektmólin í vinnunni leitt mig í hrösu. Þetta er ekkert grín. Nú ætlum ég að víkja að einu sem að kemur líka við lífstílinn. Og þið sjáuð hérna línurit og þetta gula sem er hérna á leiðinu upp, það er niðurstaða af rannsóknum að krabbamein í ristli hjá ungu fólki hefur aukist ískyggilega ungu fólki. Hvers vegna? Lífstílinn, sjoppufæði, sykur og orkudrykkir, þetta er niðurstaðan af rannsóknum á samhengi milli lífstíls og heilsuvandamála. Krabbamein í ristli sem er mikið fjallað núna og við höfum mottu mars í mars hjá okkur og minnum menn á að fara í skimun. En þetta er að slá ungt fólk og nokkrar nýjar áhættur geta hann ýtt undir það. Þetta er rannsókn frá 2000-2020, langtíma rannsókn, að það lækkaði nýgengi krabbameins í ristli næstum helming en hins vegar jókst það hjá fólki yngri en 50 ára gríðarlega háa tölur. Þetta er ískyggilegt. Og ég birti hérna mynd og þið sjáuð svona fæðuna. Það minnir á hvaða fæðu við erum að tala um. Við erum að tala um hamborgarinn og sótan og allt sjoppufæðið. Vitið þið hver er uppáhaldsfæða krabbameins? Það er sykur. Og ég er ekki að grínast. Það er sykur. Í Kórinthubréfinu í 6. kafla segir: en sá sem samlagar sig drottni er einn andi ásamt honum. Flýið saurlifnaðinn, sérhver önnur synd sem maðurinn drýgir er fyrir utan líkama hans. Þetta er allt þarna úti, allur sjoppumaturinn og allt þetta sem við eigum ekki að neyta. En svo segir saurlífsmaðurinn, eða jafnvel bara hver og einn sem að hugsar ekkert musteri andans, líkamann sinn, hann syndgar á móti eigin líkama. Og svo kemur setning sem hefur alltaf slegið mig svolítið. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér yðar eigin. Við erum eign Guðs og við viljum tilheyra honum. Við ætlum ekki að slíta okkur frá honum að segja eins og vínberið sem dettur af klasanum: ég ætla að vera sjálfstætt vínber. Það deyr. Þér eru verði keyptir. Vegsamið því Guð með líkama yðar sem þýðir hugsiði vel heilsuna. Þér eru þegar hrein orðin vegna orðsins sem ég hef talað til yðar.
verið í mér, verið á vínviðnum, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé á vínviðnum. Eins og þér getið ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Það verður aldrei of oft brýnt. Þurfum að vera í Jesú. Mér langar einnig að vitna hér í Jóhannes 15:59 þar sem segir, og ég er ennþá á sömu blaðsíðu í Biblíunni, ég er ennþá að hamra. Hann segir, ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, og án mín getið þér alls ekkert gert. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann vistnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast Faðir minn og þér berið mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og Faðirinn hefur elskað mig, segir Jesú. Verið stöðug í elsku minni. Verum kjarkmikil þegar við reynum að breyta einhverju eigin fari og munið hver elskar okkur, hver gefur okkur andan, hver gefur okkur þrautseigina. Ég hef kosið að tala umbúðalaust þekkt vandamál sem varðar okkur öll. Ég er syndari. Ég þarfnast nærveru Guðs á hverjum degi. Hann minnir mig á að án hans get ég ekkert gert, alls ekki neitt í eigin mætti. En hann segir í eftirfarandi versum úr Jóhannesi 15, ég held mig ennþá á sama stað og ég hef kosið að vitna í hér aftur og aftur. Ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðug í elsku minni, eins og ég haf haldið boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Ég get ennþá og aftur sagt ykkur að fögnuðurinn við að losna við sígarettur, hann var sérstakur. Það var sérstök tilfinning. Ég hoppaði upp. 3 dögum seinna hafði hann búin að taka frá mér reykingafíknina. Það var svo mikil gleði. Guð vill að fögnuður okkar sé fullkominn. Og hann segir, þetta er mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleika en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og hann segir áfram, þér eruð vini mínir ef þið gerið það sem ég býð yður. Sem sagt, munið það að líkami ykkar er musteri heilags anda. Og ég kalli ykkur ekki fram að þjóna því að þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalli ykkur vini því ég hef kunngjört ykkur allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég, Jesú Kristur, útvalið ykkur. Ég hef ákvarðað ykkur til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að Faðirinn veit ykkur sérst hvað það sem þér biðjið í mínu nafni. Þetta býð ég yður að þér elskið hvert annað. Mín trú er að ef við elskum hvert annað, hvetjum við hvert annað til dáða. Gefum lausnamiðuð ráð og stuðning, en við dæmum ekki, en við ræðum allan vanda með kærleika og samhug og biðjum hvert fyrir öðru. Ég myndist á það í glærunni hvar krabbamein greinist oftast í ristli og hver einkennin eru. Og mér langar að taka fram að allir líkamshlutar okkar eru óendanlega mikilvægir. Enginn er ómerkari en aðrir, þó fólki hættir til að gera meira úr því sem er á höfðinu heldur en einhver stað fyrir neðan nafla. Við þurfum á hverju einasta líffæri okkar að halda og við vitum það mörg hver af sári reynslu hérna inni
Ef eitthvað líffæri gefur sig, það dregur alltaf dilka eftir sér þó læknavísindin gerir stóra hluti. En það segir þarna í sálminum, Jóhannesi, þetta er sálmurinn, því að þú hefur myndað nýrum mín, ofið mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Hvernig vissi Davíð þetta? En vel að merkja, sykursýki eyðileggur nýrnastarfsemi og æðakerfi. Nýrun, ég lærið það í heilsufræðinni, ótrúlega flókið líffæri. Það er svo ótrúlega flókið að það tók nokkra kennslustundir bara að læra nýrun. Þau eru undursamlega sköpuð. Svo segir áfram í Jóhannesi, 15. kaflanum, 27. til 27. versi. Þegar hjálparinn kemur, sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiksandinn er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þér skuluð einnig vitni bera, því þér hafið verið með mér frá upphafi. Og við erum ennþá með honum í anda. Við erum ennþá með honum í orðinu. Hjálparinn og sannleiksandinn kennir okkur allt sem við viljum vita, ef við bara leitum þangað. Ef við bara biðjum liðveislu hans í öllu, líka matarfíkn, sykurfíkn, áfengisfíkn, hvaða fíkn sem er, bara höfum hann með. Hvort sem er að sigrast á slæmum venjum eða ná upp betri lífstíl til betri heilsu og hamingju. Takk ykkur fyrir.